Mér langaði rosalega mikið að bara læra hvernig ég gæti framleitt plöntur. Upprunalegi áhugi minn kviknaði vegna þess að ég hef áhuga á lækningajurtum og mig langaði svolítið að fara að vinna meira með það og athuga möguleikana á því að rækta það til þess að neytandinn geti fengið þær ferskar. Blómaskreytir bara rosalega vítt hugtak. Það er þetta sem að fólk þekkir, það eru brúðkaupin, það eru útfarir, blóm handa mömmu eða ömmu. Við förum líka ef að það er einhver svona viðburður, þá mætum við oft á staðinn ef við höfum tækifæri til þess. Og þá eru oft alls konar atriði innifalin í því og það er kannski svona endurraða eða annað sem tengist ekki blómanum af því við sjáum fyrir okkur heildarmyndina. Og mér finnst ofsalega mikilvægt að blómaskreytir bara sæki sína sköpunar, sem sagt bara fari rosalega djúpt inn á við og opni algjörlega fyrir sína sköpunarkrafta bara og láti það ekkert staðna við hann til að blómi sjálf, heldur bara sjá heildarmyndina. Svo fer ég í garðyrkjuskólann og fer í ylrækt vegna þess að ég ætla að taka einhver altarstefnu. Mér langaði að kynnast bara plöntunum í raun og veru betur. Mér langaði bara að skilja hvernig plantan fungerar, hvað hún þarf, hvernig er hennar umhverfi. Og á leiðinni þá fór ég aftur að vinna í blómaskreytingunum og fann bara aftur þetta ljós sem að kveiknaði innra með mér við það að fara aftur að leika með blómin. Þannig að ég ákvað bara að halda því áfram. En ylræktin hefur alveg hjálpað mér. Það er rosalega margt sem þú lærir í bara almennt garðyrkjunáminu. Plöntulífeðlisfræðin og bara svona umgengni við plöntur og þessi ræktun og hvernig bara lífríkið í jörðinni allt funkar saman og er í góðri hringrás. Ein sem að ég vann hjá í svolítinn tíma talaði alltaf að þetta væri börnin hennar og þó að það væri frídagur og ef hún ætti blóm í búðinni þá þyrfti hún samt að fara í búðina og hlúa börnunum. Og það er mikið til í því og þetta er ofsalega mikil vinna og þetta getur verið líkamleg vinna en hún er rosalega gefandi og skapandi. Þú ert að skapa og það eru mörg tækifæri. Þú þarft og ert mikið í samskiptum við fólk. Þú þarft svolítið að stimpla þig inn í það sem er í gangi hverju sinni. Einhver er að fara að skíra og þá ertu í þeim gír. Síðan kemur einhver til þín sem er kannski að fara að jarða nákominn aðstandanda og þú þarft náttúrulega að sýna þeim ofsalega mikla virðingu og svona auðmýkt. Þannig að maður lærir mikla félagsfærni í þessu starfi og þú lærir svolítið mannlega þáttinn líka og að setja þig í mörg hlutverk. Ég myndi segja að námið undirbúi þig vel fyrir það að skilja hvað þú þarft að leggja á þig til þess að vera nálangt í þessu fagi og til þess að skila góðri vöru af þér. Já, ég held að það sé mjög mikilvægur þáttur að þú áttir þig á því í hverju starfi felst sem að er ofsalega mikil vinna en æðislega skemmtilegt og gefandi. Ef þú hefur ástríðu fyrir þessu þá er þetta algjörlega þess virði og ef ekki er þörf fyrir þessu núna að rækta jörðina okkar og rækta landið og gefa aðeins tilbaka, það er akkúrat núna og loftslagið er orðið þannig að skógar eru farnir að vaxa hraðar, það vantar fólk til þess að gresja þessi skóga, það vantar fólk til að rækta meiri grænmeti því að nú er búin að vera heilsuvakning til dæmis mikil og fólk er farið að átta sig svolítið á þessu geðræna og þá finnst mér blómin til dæmis koma inn í, það bara gefur manni ofsalega mikið að hafa blóm á heimilinu og ég held að fólk sé aðeins að átta sig á þessu og sé svolítið að stefna meiri þessa átt og þess vegna held ég að tækifærin séu þar núna. Ég get svo sem talað tvennt, það er kannski þetta félagslega, við fórum í námsferð til Englands og það fannst mér bæði ótrúlega skemmtilegt tengjast betur öllum nemendunum og hópurinn svona náði ofsalega vel saman. Við erum ennþá í samskiptum, bara það er allt í daglega, einhver er að eiga samskipti. Sjá Kew Garden í Englandi, ég gæti farið á 1 heilli viku, týnst þar, það er æðislegt. Og svo
Þegar við erum að rækta til dæmis bara matjurtir fyrir sumardaginn fyrsta og við erum að vinna þetta frá fræi og svo fáum við uppskerað þetta, þetta fallega hnúðkál sem dæmi eða kryddjurtir og seljum síðan til styrktar í raun og veru nemendafélaginu og sjá hvað fólki finnst þetta fallegt og að þetta eru svo, þetta eru svo góðir einstaklingar sem koma upp úr jörðinni. Mér var hugsað til þeirra þegar ég var að fara frá skólanum, var hvað það er mikill styrkur í þekkingu allra þessar kennara. Þau búa öll að svo mikilli þekkingu og þau eru alltaf til í að tala saman eða maður getur komið með hvað sem er til þeirra og það er svona samhugur, allir einhvern veginn til í að hjálpa stað og maður býr á því alltaf. Í lok síðasta árs þá stofnaði ég mitt eigið fyrirtæki sem heitir Luna Studio og ég er ekki með verslun. Þetta er í raun og veru bara ákveðið konsept þar sem að ég er varan sem þú kaupir. Það gefur mér ákveðið frelsi. Ég get farið þar sem að fólk þarf á að halda og mér hefur fundist vöntun á þannig þjónustu. Þannig að ég er opin fyrir ofsalega mörgum verkefnum. Ég get farið í fyrirtæki og sett upp plöntur þar og veitt ákveðna þjónustu með það. Ég get farið í veislusalinn og sett upp og þess vegna út á land ef að því er að skipta. Býði líka upp á heimsendingu á blómvöndum sem hefur komið sér vel núna. Og já, þetta fannst mér bara frábær leið til þess að aðlaga blómverksreiturinn að mér og mínum þörfum. Mér finnst hann aðlaga sig mjög vel af þörfum hvers og eins. Ég byrjaði í skólanum 3 vikum eftir að ég fór í keisara og frá degi 1 þá var dóttir mín með mér og kennararnir og nemendurnir grínuðu stundum með það. Hún væri yngsti nemandinn og hún þyrfti nú að koma með í útskriftina. En já, þannig að mér fannst það bara frábært. Mjög mikil umburðarlyndi fyrir því að ég var með hana kannski sofandi frammi og kíkti annað slagið og var að fylgjast með og í raun og veru bara allt í skólanum. Nemendurnir líka, samnemendur mínir líka, bara fannst alltaf rosalega gaman að sjá hana og voru kannski að aðstoða mig með hana. Þannig að þetta er svona eiginlega bara eins og ein stór fjölskylda og mér þykir óendilega vænt um það. Og hún sjálfsögðu mun örugglega fara í Garðyrkjuskólann eftir þetta og náttúrulega bara alveg elskar blóm og allt svona sem lifir í raun og veru.